Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og nú erum við komin í samband til Svíþjóðar og það er Hafdís Sigurðardóttir, frjálstakona og Akureyringur, komdu blessuð og sæl. Hæ. Hvernig hefurðu það? Ég hef bara rosa fínt. Já, herru, þú hérna ert núna byrjið í Svíþjóð, eða hvað? Já, ég flytti núna í janúar til Svíþjóðar. Þannig að til að fara að æfa og vera í betri aðstöðu og svona. Þetta er náttúrulega svolítið munur eða ekki að fara frá Akureyri eða fara norðan og alla leið til Svíþjóðar? Jú, þetta var eiginlega alltaf stórt skref sem ég tók þannig. En eins og þá bara sé ég alls ekkert eftir, þetta bara gengur mjög vel og svona. Þannig að það er mjög jákvætt. En það er nóg að snúast hjá þér þessa dagana, já það er meðal annars verið, sá ég að það er verið að taka heimildamynd þig. Já, það passar. Hún annarsæðin bara æsku vinkona mín og fyrrum æfingafélagi, hún hafði samband við mig að við fórum að hittast aftur í saumaklúbb við nokkra stelpur og þá kom þessi hugmynd upp hjá hún og hún bara hafði svo samband við mig og við ræddum málin og ég sló bara til. Þannig að hún er bara búin að vera að taka upp svona bæði heima á Akureyri og nokkrum mótum kannski aðeins svona og svo skrapp hún til mig núna í síðustu viku og var hjá mér og tók aðeins upp hérna og svona, það var mjög gaman. En nýja árið, það hefur byrjað vel hjá þér, þú ert búin að keppa svolítið heima, þú sért þarna úti? Já, ég kom heim tvisvar, ég kom heim á Reykjavík International og keppti í langstökki og 60 metrum og vann það bæði og setti Íslandsmet í langstökki, þannig að það var alveg einstaklega góð ferð bara. Sé ekkert eftir því. Nei. Svo kom ég núna á meistaramótið og keppti aftur í 60 og bætti mig þar. Þannig að það var komið mjög óvart. Já. Og vann síðan líka langstökkið og var bara mjög sátt með það. Það er mikið keppnir hjá þér, nú er náttúrulega ferðarstímabilið alveg á fullu gangi innanhús. Hvernig er svona æfiru einmitt svona milli móta? Það er pínu snúið sko, eins og ef ég er að koma svona til Íslands þá missi ég svo marga daga úr vegna ferðalagana. Þannig að ég er reyndar keppt upp 2 mótum hérna úti líka sem gengur bara mjög vel en ég er allavega eins og þá bara er ég hægt að keppa núna á þessu tímabili. Þannig ég er bara farin í það að byggja upp og æfa fyrir sumarið sem að er einmitt það sem ég er að stefna á. Það er bara þetta sumar sem er ansi stórt. Þannig að það er bara spennandi. Já. En af mótunum hérna heima sem er í boði innanhús, hvað er svona uppáhaldsmótið þitt sem er haldið hérna alltaf á Íslandi? Það er eiginlega bara pínu sem í bland. Mér finnst Reykjavík International mjög skemmtilegt mót. Það er alltaf fyrsta móti og það er svolítið svona, maður er með alltaf stóran hnút í maðanum að keppa í beinni útsendingu á fyrsta mótinu sinni. En ég hef nú yfirleitt komið vel út til því, þannig að ég ætti nú kannski hægt að vera svona hrædd við það. En svo finnst mér meistaramótið alltaf frábært. Bara það er eitt stærsta mótið okkar sem við höfum. En síðan er líka eitt svona uppáhalds, það er bikarkeppnin sem að verður haldin núna bara það næstu helgi. Já. En því miður þá ætla ég ekki að koma heim. Því að ég bara þarf að hugsa núna eins sjálfa mig. Þó ég sé til að gera allt fyrir mitt lið og hef gert hingað til. Þannig þau leyfðu mér að fá frí. Þannig að ég er þakklát fyrir það. En það er rosalega skemmtilegt mót. Það er bara allt gefið í allt. Þannig bara barist til síðasta blóðdropa, sko. Já. En ef þú ferðir nefnir, nú ertu náttúrulega farið til Svíþjóðar, hvernig eru svona æfingar og aðstæður þarna þar sem þú ert? Ég er með mjög flott æfingar, ég býr rétt hjá höllinni, ég er bara
5 mínútur með sporvagni og svo smá göngutúr, þannig að ég bara svona 10 mínútur á æfingu og í flottri innanhús höll, bara með öllu helstum bara eins góð aðstoð hægt í rauninni og stóran lyftingasal í sömu höll og fekk frábæran þjálfara og svo bara eru æfingarfélagarnir ennþá betri, þannig að ég er bara í toppmálum hérna, sko. Algjörlega, þannig að mjög gaman. En ertu að einbeita þér að einhverju sérstakri grein eða ertu bara í, svona alls konar þrautum? Nú er ég búin að aðeins að minnka við mig. Ég var hérna, svona síðustu ári er ég búin að vera í allt í mörgum greinum, alveg upp í 400 metrar hlaup og allt þar á milli. Og núna er ég að einbeita mér að langstökkinu. Þar sem að ég ætla að ná ólympíulágmarkinu í því. Þannig að það er svona 60 metrar, 100 metrar og langstökk sem að ég verða að keppa í held ég í sumar. Þannig að aðeins að minnka við því, það er allt í lagi. En hvað þarftu að stökkva langt til þess að ná lágmarkinu í langstökkinu? Lágmarkinu ólympíuleikana er 6,70. Það er ansi langt en það er alveg hægt, sko. Þú hefur nú farið yfir 6,70 á sínum tíma. Já, ég hef gert það, þannig að af hverju ekki bara gera það aftur og nú í löglegum vind. Já, núna í löglegum vind, nokkulega. Já, það var smá ólöglegur. En þegar þú settir Íslandsmetið þá náttúrulega var löglegum vindur? Já, það var það. Þannig að þetta er alltaf framþrám. En svona, ef þú ferði yfir hérna frá þú byrjar að frjálsar, það má segja eða ekki að það sé búið vera alveg gífuleg svona endurvakning í frjálsum eða svona það eru orðið svolítið mikið að keppnismönnum hérna núna heima á Íslandi sem er að gera sér líklega jafnvel í framtíðin að komast á ólympíuleika? Jú, algjörlega. Það kemur svolítið í bylgjum held ég. Þegar ég var krakki þá voru rosalega margir að keppa og svo svona tímist alltaf úr hópnum, sko, svona viss aldur sem dettur út. En svo núna eftir að frjálsítahallunar eru komnar í Reykjavík þá er aftur komin mjög mikil vakning og frjálsar eru í rauninni bara að blómstra núna og við eigum alveg frábært íþróttafólk núna og sem að í nánastu framtíð bara mun að öllu líkindum komst á stórmót og við erum búin að vera að sjá það núna síðustu ári eins og með Anitu og Ástísi og þetta góða íþróttafólk, en svo kemur líka yngra liðið sem að ég er alveg handvissum að fyrir að ná mjög langt og sumarið er ótrúlega spennandi. Við erum með EM utanhús þar sem að við erum komið með nokkra keppendur með lágmark inn á það er í Amsterdam, þannig að það er bara mjög margt spennandi framöndan og verst að fylgjast með. Já, ég var með einn hérna ungan hástökkvara í síðasta þætti, hann Styrmi Dan, hann sagði það sem væri skemmtilegast í frjálsum hvað allan hérna heima fyrir á Íslandi, hvað menn er að hvetja hvort áfram og leiðbeina hvort öðrum til þess að ná betri árangri. Já, nákvæmlega. Mér finnst það einmitt skipta mjög miklu máli því að við erum á þessu litla landi og við eigum bara að standa saman í þessu. Við stundum of mikið gert úr þessum liðadæmi. Við eigum bara hjálpa hvert öðru að ná sem bestum árangri, bara styðja hvert annað og bæði hvetja og leiðbeina og allt það, ég er alveg sammála því. Skiptir miklu máli og líka bara fyrir manneskjuna sjálfa að fá pepp og stuðning frá öðrum, það gefur rosalega mikið og við erum verið duglega að hrósa náunganum. Þannig að En svo hefur oft gerst í gegnum tíðina að þú virðist hafa sloppið ágætlega frá því á samt fleiru frjálsstafólki að það er oft talað um þessa ofþjálfun. Það virðist vera búið að bæta mikið úr því núna svona með öðruvísi þjálfun aðferðum hérna á Íslandi. Já, ég hef einmitt sloppið algjörlega við þetta. Ég hef bara fundið þessa miklu þreytu en þó hvílum aðeins sér bara og næði sér upp úr því. En þessi ofþjálfun er náttúrulega mjög alvarleg og maður þarf að passa sig á því og náttúrulega fyrst og fremst að hlusta þjálfarann sem veit yfirleitt nákvæmlega hvað hann er að gera. Náttúrulega þessi bestu þjálfarar og
ekki stelast á aukaæfingum og segja frá og eitthvað svona, það þarf að vera jafnvægi í þessu. Aukaæfingin ekki allt þó að hún geti hjálpað, en maður þarf að passa sig að fara ekki yfir línuna. Því að það er þunn lína hann á milli og fjölunum og bara, já. En bikarkeppni næsta helgi sem þú náttúrulega ert ekki að taka þátt sjálf í, en býstu við ykkur svona óvæntu þaðan? Ég veit það ekki alveg. Ég er ekki alveg búin að gera mig svona sjá fyrir mig hvað getur gerst, en það er að skemmtilega við bikarinn að það getur allt gerst. Það hvert stig skiptir máli og ef einhver klúðrar eða fær 0 stig eða kemst ekki í mark eða eitthvað, þá er allt opið í keppninu og það er rosa spennandi við bikarkeppnina. Þannig ég hvet fólk bara til að mæta og hvetja og fylgjast með, þetta er stór skemmtileg keppni. En svona í lokin árið slepptir þegar þú ert að núti í Svíþjóð, ertu núna bara að æfa frjálsar eða hvernig er svona venjulegur dagur hjá þér? Já, eins og þá er ég bara að æfa og þannig núna að ég er komin í uppbyggingatímabil þá er ég að fara svona 2 á dag, einhver dag í vikunni á æfingu, þannig að og það er svolítið mikið álag á mér og ég er að venjast öllu nýjum æfingum og aðferðum og svona hérna. Þannig að ég er bara njóta þess að geta komið heim og hvílt mig á milli æfinga. Þetta er eiginlega bara eins og maður vill hafa það. Já, en við rættum síðast við með verðlaunapeningar svo áttið, þú sagðir að þú væri með sér herbyggi fyrir það, er það ennþá þannig? Já, náttúrulega núna er þetta bara onni í kössum og inn í geymslu og einhverstaðar Akureyri, þannig að en já, náttúrulega orði annars er mikið af verðlaunagripum og peningum og verður klárlega tekið upp þegar ég flyt aftur heim. Já, þú veist, þú hefur ekki töl á því hvað var mikið af verðlaunapeningum? Nei, alls ekki. Ég er með alveg og ég veit ekki hvað marga verðlaunapeninga heim í sveit þar sem mamma og pappi bara geyma fyrir mig. Og svo inn á Akureyri með svona það sem ég hef unnið svona síðustu ár og náttúrulega eins og fréttirnar sögðu í kringum meistaramótið, þá er ég búin að vinna 40 Íslandsmeistaratitla í fullorðinsflokki. Þannig að þetta er alveg góður pakki, sko. Já, góður pakki. Er ykkur einn uppáhalds af öllum þessum verðlaunapenningum? Ég hélt mjög mikið upp á peninga þar sem ég setti Íslandsmet í keppni, en mér þykir líka rosalega vænt bikarana mína sem ég á fyrir að vera íþróttamaður Akureyrar. Það finnst mér vera allir stóðtitill, þannig að ég held að þeir bikarar uppáhalds. Hafdís Sigurðardóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Ertu ekki orðin að síðan sleip í sænskunni? Kannski ekki alveg ennþá, en það kannski kemur með tímanum bara. Já, nákvæmlega. En þú kannt ekki að kveðja á sænsku? Já, ég get sagt bara heit og það. Já, nákvæmlega. Bestu þakkir og gangið sem allra best. Já, takk fyrir. Takk fyrir, sömuleiðis. Já, bless. Já, þið getið fylgst með Hafdísi Sigurðardóttur einmitt, það er heimildamyndir sem við verðum að gera hana Hafdís The Film. Þið finnið þarna like-síðu á Facebook. En bikarkeppnin hjá Frjálsíþróttasambandi Íslands er haldin næstu helgi í Laugardalshöll. Þetta er núna á laugardaginn og hefst klukkan 12:30 með stangastökki kvenna og keppnin þetta er alveg keyrt allt í gegn alveg til klukkan 4 daginn, þannig að endilega kíkið við í Laugardalshöllina næstu helgi þar sem að mest allt okkar afreksfólk verður á staðnum. En annars er líka innanfélagsmót ÍR, það er nú bara núna á miðvikudaginn klukkan 6:30 og það keppnisgreinina þar eru 60 metra hlaup karla og kvenna, 200 metra hlaup karla og kvenna. En við ætlum að fara aðeins að skipta aftur í boltan og næsti viðmælandi minn er Edda Sif Pálsdóttir sem er í fullum undirbúningi fyrir skemmtilegan fótboltaleik sem framundan er. Og staðan í leik kvöldsins á Englandi er ennþá Brighton 4, Leeds 0, 75 mínútur liðnar á þessum leik.
fellas, I don't fight about now.